Bróðir Jóns Þrastar Jónssonar sem hvarf í Dyflinni fyrir 6 árum segir að írska lögreglan hafi átt að koma miklu fyrr til Íslands til að rannsaka málið. Lögreglan hefur tekið skýrslur af hátt í 50 manns. Læknar án landamæra segja dreifingu hjálpargagna á Gaza vera slátrun í líki mannúðaraðstoðar. Hermenn segjast fá skipun að skjóta á fólk sem fer snemma í röðina. Mælingar benda til þess að vatn sé að safnast fyrir undir jökli í Kötlu sem gæti enda með stærra hlaupi en í fyrra. Önnur tilgáta að eldgos hafi valdið breytingum á öskunni og orsakað hlaupið í fyrra. Íbúar á Akureyri segja hjartalaga umferðarljós einkenni bæjarins og mikilvægt tákn kærleik. Fjöldi fólks hefur andmælt áformum Vegagerðarinnar að fjarlægja ljósin. Íslendingar hafa nú lifað með lúsmýi í allavega 10 ár. Það hefur dreift sér allt land og sala á vörum sem bjarga fólki frá bitum eða minnka kláðann hefur tvöfaldast frá því í fyrra. Hrollur fór forstöðumann Árnastofnunar þegar hún áttaði sig á því að handritin Stjórn og Ormsbók Snorra-Eddu hefðu kannski legið saman í hillu í Þingeyrarklaustri fyrir næstum 700 árum. Bækurnar hafa hist á ný og eru saman til sýnis í Eddu. Gott kvöld. Ísraelskir hermenn segjast hafa fengið skipanir að skjóta á fólk sem mætir í raðir eftir hjálpargögnum á Gaza. Læknar án landamæra segja aðgerðina í raun slátrun í líki mannúðaraðstoðar. Ísraelska dagblaðið Haaretz hefur eftir ísraelskum hermönnum að þeim sé skipað að skjóta þá sem koma sér fyrir við dreifingarstöðvarnar fyrir opnun þeirra. Samkvæmt einum viðmælanda blaðsins nota hermennirnir stórar vélbyssur og sprengjuvörpur við verkið. Hann lýsir þessu sem drápsvelli, þar sem alltaf 5 hafi verið drepnir á hverjum degi við dreifingarmiðstöðina sem hann fylgist með. Aðgerðin nefndur saltaður fiskur sem ísraelska nafnið á hinum þekkta leik Dimmalim. هذا حرام، هذا مش مساعدات. غير كل يوم شهداء، كل يوم 30-40 شهيد. هذه الفاتورة لازم ندفعها يوميا. اليوم انت فلتت، بكره نصيبك، بكره نصيب هذا، بكره نصيب هذا، بكره نصيب هذا. هذه مصيدة إلنا. هذه مش مساعدات، هذه طريق الموت. هذه طريق الموت، اشهد الله انا بعد اليوم ما انا مواصل، ما بدي اكل يا زلمه اموت في ضهري. انا اما كل يوم انا اتبهدل هيك واجيب شويه اكياس شويه حمص على الارض واجي اتلملم. هذا مش حياه. جد مش حياه، لسه الموت اشرف. Þúsundir Palestínumanna flykkjast á degi hverjum að dreifingarstöðvum hjálparsamtakana Gaza Humanitarian Foundation, GHF. Samtökin voru stofnuð í febrúar og hófu starfsemi í síðasta mánuði. Þau dreifa mat og öðrum hjálpargögnum í samstarfi við Ísraelsher og njóta einnig aðstoðar einkareikinnar bandarískrar öryggisveitar. Fjöldi annara hjálparsamtaka og Sameinuðu þjóðirnar hafna samstarfi við þessa nýju stofnun. Þau segja hana brjóta gegn grundvallarreglum mannúðaraðstoðar með samstarfi sínu við Ísraelsher. Meðal samtaka sem hafa lýst óánægju sinni með störf GHF eru læknar án landamæra. Þau segja þetta í raun slátrun í líki mannúðaraðstoðar. Dreifingin sé illa skipulögð og virðist sem aðeins vopn séu látin tala til þess að hafa hemil á fjöldanum. Lögreglan hefur að undanförnu tekið skýrslur af hátt í 50 manns í tengslu við hvarf Jóns Þrastar Jónssonar á Írlandi fyrir 6 árum. Bróðir hans segir írsku lögregluna hafa átt að koma miklu fyrr til Íslands til að rannsaka málið. Nýtt teymi tók við rannsókninni fyrir ári síðan. Ekkert hefur spurst til Jóns Þrastar frá því í febrúar 2019 eftir að hann yfirgaf hótel í Dyflinni. Rannsókn á hvarfi hans hefur miðað hægt en tók kipp eftir hlaðvarpsþáttaröðina Hvar Jón, samstarfsverkefni Írska Ríkisútvarpsins og RÚV. Ég er náttúrulega búin að fara mikinn í þessu síðan það gerist og það eru komin heil 6 ár síðan. Vorum ósátt með marga hluti og margt sem að hefði mátt gera miklu betur, eins og til dæmis það sem að írska lögreglan að gera núna, koma til Íslands og afla gagna og boða í skýrslutökur. Við berum rosalega mikið traust til írsku lögreglunar og þess teymi sem tók við rannsókn málsins núna í fyrra. Alan Brady stýrir rannsókninni nú og stattur hér á landi ásamt 4 írskum lögreglumönnum. Þeir hafa notið liðsinnis íslensku lögreglunar við skýrslutökur hátt í 50 Íslendinga sem talið að búi yfir upplýsingum hvarf Jóns Þrastar. Upphaflega stóð til að ræða við 35 manns en þeim fjölgaði þegar skýrslutökur hófust.
Írska lögreglan telur svarið við hvarfinu að finna hér. Ég tel þessa skýringu vera eins líklega og allt annað en það sem ég veit og það hefði átt að gerast miklu fyrr, að írska lögreglan hefði átt að koma til Íslands að leita svara og finna leiðir til þess að hjálpa þeim með málið úti. Meðal kenninga sem lögreglan vinnur út frá að Jón Þraustur hafi verið myrtur fyrir mistök af leigumorðingja sem ráðinn hafi verið til að myrða annan Íslending sem staddur var í Dyflinni á sama tíma. Davíð á von á upplýsingum frá lögreglum eftir helgi. Fjölskyldan stillir væntingum í hóf en Davíð telur fulla ástæðu til bjartsýnis. Hann hugsar nær daglega til bróður síns. Þú minnist manneskju sem þóttu ótrúlega væntum, góð manneskja með fallegt hjartalag og þetta bara bróðir minn mjög náið mér og svo hann einhvers konar viðfangsefni í máli sem þú ert hann að leysa. Og mér finnst það truflandi, það truflar mig af því að ég vil minnast hans á ákveðin hátt en ég reyni bara einmitt þegar ég hugsa hann sem mjög reglulega, svo til daglega þá poppar hann upp í hausinn á jákvæðan hátt og þá reynir maður bara draga andan og hreinsa hugan og setja málið til hliðar og hugsa hann sem manneskjuna sem hann var. Mælingar gefa til kynna að jökulhlaupið úr Kötlu í fyrra gæti hafa verið vegna lítils eldgoss undir jökli. Önnur skýring að mikið vatn sé að safnast fyrir undir jöklinum sem gæti endað með öðru flóði. Í lok júlí í fyrra var skyndilega óvænt jökulhlaup úr Kötlu. Hlaupið olli miklum skemmdum, tætti í sundur hringveginn á löngum kafla, flæddi yfir tún og braut brúna yfir skálm. Það tók flóðið 90 mínútur að ná niður á þjóðveginn. Eftir flóðið voru mælingar auknar við Mýrdalsjökul. Raun og veru byrjuðum við á því eftir hlaupið sem kom í Múlakvísl 2011 að gera ísjarmælingar yfir kötlanum. Við höfum keyrt yfir þessa katla og endurtekið eins nákvæmlega eins og hægt snið frá ári til árs. Þær mælingar svona í baksýnisspeglinum gefa til kynna að það gæti hafa verið minniháttar vatn komið undir katla 13 og 14 vorið 2024. Nú gátum við endurtekið það snið og þá sjáum við mjög vel afmarkaða hæð sem hægt að túlka á tvo vegu, að þarna sé vatnsgeymir undir eða þá að þarna sé þá efni sem hafi þá verið skilin eftir atburð sem geti þá verið lítið gos. Ef breytingin vegna vatnssöfnunar þá líklegt að aftur hlaupi úr katlinum. Hins vegar gæti það vatn skila sér í mögulega hægum atburði þannig að við fengjum ekki svona gus eins og þá. Eða þá að þarna skili sér vatn í hægum atburði sem veldur því að það verður þrýstilækkun í jarðhitakerfinu sem síðan getur valdið hvellsuðu og sambærilegum atburði eins og var í fyrra. En hvað ef ekkert jökulhlaup verður? Þá myndi það styrkja þá túlkun að þarna hafi orðið lítið gos. Sú túlkun myndi styrkjast enn frekar ef við mælum aftur á næsta ári raun og veru óbreytta hæð. Enda væri ólíklegt að vatnsgeymir héldist óbreyttur. Hvað sem að gerðist þarna undir jöklinum í fyrra, þá allavega ljóst að það var mjög kröftugur atburður. Þarna var varmalosun yfir líklega frekar stuttan tíma. Ýmislegt bendi til þess að vatnið hafi verið 40 gráðu heitt. Sem þá annarkvort út af stórum atburði í jarðhitakerfinu eða litlu gosi. Ársverðbólga mælist nú 4,2%. Hún mældist 3,8% í síðasta mánuði og eykst því 0,4 prósentustig milli mánaða. Það sem helst skýrir hækkunina verð á flugfargjöldum til útlanda, en þau hækkuðu 12,7%. Verðlag hækkaði umfram spár. Fyrr í júní spáði Landsbankinn því að verðbólga yrði 3,7% í júlí, 3,9% í ágúst og 4,1% í september. Bankinn segir nú að verðbólgu þrýstingur sé í hagkerfinu og spáir að verðbólgan verði 4% í júlí, 4,2% í ágúst og 4,4% í september. Næsta vaxta ákvörðun Seðlabankans verður í lok ágúst. Þetta eru töluverð vonbrigði. Við höfum væntingar til þess að við værum á réttri leið. Þessar tölur benda ekki til þess. Þetta nokkuð yfir spám greiningaraðila. Hvað veldur? Það ekki gott að segja og eins og ég segi, nú krónan í styrkingarfasa. Þannig að innkaup á erlendri vöru hefðu átt að vera að lækka. Á sama tíma hefur olíuverð verið að lækka og þessi liðir sem að hækka þarna eru
að verulegu leyti innflutti liðir, þannig að þarna þarf að leita einhverja annara skýringa. Og hver spáir eru svona fyrir framhaldið? Við auðvitað vonumst til þess að þetta sé tímabundið. Hún hefur auðvitað dottið svona upp og niður. Það eru hins vegar svona ákveðnar vísbendingar að þarna séu undirliggjandi vandamál og þá þurfum við að setjast yfir það hvernig við getum leyst þau og það munum við gera. Marius Borg Haubi, stjúpsonur Hákons krónprins í Noregi, er grunaður 3 nauðganir auk 20 annarra brota. Þetta kom fram á blaðamannafundi norsku lögreglunnar í morgun. Rannsóknin hefur staðið yfir í 10 mánuði, allt síðan Haubi var handtekinn í ágúst í fyrra vegna gruns að hafa ráðist á kærustu sína. Málin eru nú komin á borð ríkissaksóknara sem tekur ákvörðun hvort Haubi verði ákærður. Den gjelder følgende forhold. Et tilfelle av voldtekt med samleie. 2 tilfeller av voldtekt uten samleie. 4 tilfeller av seksuelt krenkende adferd. 1 tilfelle av mishandling i nære relasjoner. 2 tilfeller av kroppskrenkelse. 1 tilfelle av skadeverk. 1 tilfelle av trusler. 5 brudd på besøksforbud. 1 tilfelle av forulemping av en polititjenestemann. Og 5 veitrafikklovbrudd. Samkomulag framhald þingstarfa og afgreiðslu mála á Alþingi liggur ekki enn fyrir þótt viðræður þingflokksformanna þinglok séu farnar af stað. Mikill fjöldi mála bíður enn afgreiðslu en þau eru þó misstór. Veiðigjaldið, bókun 35, fjármálastefna, almannatryggingar, strandveiðar og búvörulög eru nokkur af þeim stóru málum sem ríkisstjórnin ætlar sér að klára. Stjórnarandstaðan kvartar undan því að ríkisstjórnin ætli að keyra málin í gegnum þingið og leyfi ekki eðlilegar gestakomur á nefndarfundum. Þingfundi hefur ítrekkað verið frestað í dag til að gefa svigrúm fyrir fundi þingflokksformanna. Ítalska heilbrigðisráðuneytið hefur gefið út rauða veðurviðvörun víðs vegar landið helgina. Yfir 40 stiga hita er spáð við Miðjarðarhaf á morgun. Viðvörunin nær til 21 borgar á Ítalíu helgina, þar á meðal Rómar, Mílanó og Napoli, þar sem búist er við allt að 36 stiga hita á morgun. 32 stiga hita er spáð í Feneyjum, þar sem stjörnum prýtt brúðkaup Jeffs Bezos og Lauren Sanchez er haldið helgina. Bráðaliðar verða í viðbragðsstöðu við helstu ferðamannastaði á Ítalíu og fólki ráðlagt að halda sig innandyra yfir hádaginn ef mögulegt er. Mjög annasamt hefur verið á bráðamóttökum sjúkrahúsa á Balkanskaga. 40 stiga hiti mældist í Sarajevo í Bosníu í gær eftir fremur milt veður í upphafi vikunar. Povećan broj pacijenata kako smo iznenada imali porast temperature, jer mi ćemo se morati navići u dogledno vrijeme da će nam svaka godina biti ovakva kako imamo generalno klimatske promjene, tako će kod nas ljeta biti sve toplija, ali uvijek problem naše klime što mi nemamo tog naglog zatopljenja, nego kod nas temperature naglo sa 18 stepeni skoči na 38. Og það búist við 40 stiga hita víðar við Miðjarðarhaf. 42 stiga hita er spáð í Lissabon í Portugal á morgun og 40 stiga hita í Grikklandi, þar á meðal í höfuðborginni Aþenu. Nokkur svæði í kringum Aþenu hafa verið rýmd vegna skógarelda sem slökkviliðsmenn segjast hafa náð tökum á. Mikil hætta er á frekari eldum vegna aðstæðna. Stormur olli talsverðu tjóni í Frakklandi og í Austurríki í gær. Haglél fylgdi óveðrun í Austurríki þar sem til að mynda þurfti að rýma hátíðarsvæði fjölmennrar tónlistarhátíðar. Rafmagnslaust varð víða á óveðursslóðum í Frakklandi þar sem rafmagnsstaurar brotnuðu í vindofsanum. 30.000 heimili voru enn án rafmagns í morgun. Lögun rauðra umferðarljósa á Akureyri er bæjarbúum mikið hjartans mál. Eftir tæpa 2 áratugi í umferð hefur Vegagerðin óskað eftir því að bærinn fjarlægi hjartalaga ljósin. Hjartalaga rauð umferðarljós eru fyrir margt löngu orðin hálfgert einkenni bæjarins hérna á Akureyri og íbúar því margir hverjir afar ósáttir við þau áform Vegagerðarinnar að láta taka þau niður af öryggisástæðum. Aðdáendur hjartaljósana hafa margir lagt orð í belg. Þeirra á meðal eru bæjarstjóri Akureyrar, þingflokksformaður Framsóknarflokks og ráðherra menningamála.
Hvað finnst þér þessar kröfu Vegagerðarinnar að láta taka niður hjörtun í umferðarljósunum? Mér finnst það bara mjög sorglegt. Mér finnst það bara merki Akureyrarbæjar. Mér finnst það bara fáránlegt. Hjörtu eru bara alltaf hjörtu og standa fyrir sínu. Vond hugmynd vegna þess að þetta mjög hlýlegt og setur skemmtilega svip á bæinn og allt svoleiðis. Þó vissulega skilja líka þeirra sjónarmið að það ákveðnar umferðarreglur í gangi og reglur hvernig ljósin eiga að vera. Mér finnst það ekki gott sko. Hjörtun eru mjög fín. Já, mér finnst það bara mjög flott og tákna Akureyri. Mér finnst það eiginlega frálegt. Ég held að Akureyringar vilja allir hafa þessi hjörtu áfram hérna. En það skilja kannski sjónarmið Vegagerðarinnar því að það eru oft útlendingar á þessum eyjum að mynda og annað því líkt sko. Þó enn hafi ekki neinn slys orðið á fólki sem hægt að beintengja við hjartaljósin, segir Vegagerðin mikilvægt að bregðast við áður en svo verður. Og síðan ljósin voru sett upp 2008, það hefur bara margt breyst. Það hefur orðið gríðarleg aukning á umferð og ferðamönnum, þeim hefur fjölgað mjög mikið í bænum. Þannig að þetta er svona forsendur hafa breyst svolítið varðandi þessi ljós. Lúsmíð var fyrst sinn staðbundið en virðist nú hafa dreift sér allt land. Mikil óþægindi geta fylgt bitunum og sala á vörum við og gegn skordýrabitum hefur meira en tvöfaldast. Rúmlega 10 ár eru síðan bitvargurinn réðst fyrst á landanna. Sumarbústaðar eigandi í Kjósinni var illa leikinn af lúsmýi, flugu sem virðist hafa náð fótfestu hér á landi í fyrsta sinn. Skordýrafræðingur segir að enn bendi ekkert til þess að flugan sé annars staðar á landinu. Nú 10 árum síðar staðan önnur. Lúsmýið að vakna út dvala þetta sumarið og virðist herja á landan sem aldrei fyrr í öllum landslutum. Fólk virðist frekar ætla að grípa til varna heldur en að láta það hafa áhrif á líf sitt. Næstum því meirinn tvöföldun á sölu í fælum og öðrum skordýratengdum vörum. Íslendingar allt land er að leita sér að einhverju til að leyna sársauka.